Ok, 1, 2, 2, let's go! Bjartur í húsinu! Taka upp, taka það, let's go! 1, 2 og 5, 6, 7, 8! Og 1, og 2, og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, Þetta rosalegt! Hvernig þið í dag? Anna, gott að heyra, gott að sjá ykkur, ég er spenntur, ég vil taka okkur lög fyrir ykkur, þetta algjör stemming, hvað heyri ykkur? Anna! Þáttur, við erum að taka söguprógram. Já, ok. Og hér hefst lestur. Í maí 1940 voru Bretar, Frakkar og Belgar á flótta frá þýska hernum. Þjóðverjar höfðu nokkur dögum áður ráðist inn í Belgíu og voru ekki lengur en 16 daga að ýta bandamönnum að ströndinni Dunkirk. En þann 23. maí báru skipanir frá þýska hershöfðingjanum Gerd von Rundstedt að stöðva skyldi allar árásir landgönguliða gegn bandamönnum. Hermann Göring var búinn að fullvissa Hitler að nýji flugherinn sem kallaðist Luftwaffe geti sprengt upp restina af leiðangursher Breta. Stöðvunarskipunin féll úr gildi 3 dögum seinna, en það var seinan þar sem bandamenn voru búnir að koma upp vígalegri varnarstöðu sem dugði þar til flestum Bretum var bjargað aftur til Englands. Á fyrsta degi við Dunkirk voru 7.669 Bretum bjargað og 8 dögum síðar og búið að bjarga 338.226 hermönnum. Það var gert með samansafni af öllum skipum og bátum sem hægt var að komast í við suðurstrendur Englands. Breski flugherinn, einnig þekktur sem Royal Air Force, barðist af hetjudáð við þýskar sprengjuflugvélar sem reyndu að sprengja ströndina í tætlur. Bretar misstu allt í allt 68.000 hermenn í Frakklandi og þurftu að yfirgefa allan búnað og skriðdreka. Næsta skotmark Þjóðverja var England. Orrustan Bretland hófst þegar Adolf Hitler og Þýskaland skipulagði innrás í Bretland sem var kölluð Operation Sea Lion. Til þess að innrásin gæti tekist þurfti Þýskaland fyrst að ná yfirráðum í lofti og eyðileggja breska flugherinn. Þýski flugherinn, Luftwaffe, byrjaði á því að ráðast á skip og strendur Bretlands til að gera landið viðkvæmara fyrir árásum. Bretland var á þessum tíma eitt eftir í Evrópu sem barðist gegn Þýskalandi eftir að Frakkland hafi fallið. Hitler bjóst við að Bretarnir myndu gefast upp. En forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill, neitaði. Let us therefore brace ourselves to our duties and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Og hvatti þjóðina áfram til að halda áfram í baráttunni. Fljótlega byrjaði Þýskaland stórar árásir á flugvelli og radarstöðum Bretlands. Tilgangurinn var að eyðileggja breska flugherinn og ná yfirvöldunum í loftinu, sem var mikilvægast til að framkvæma Operation Sea Lion. Á þessum tíma náði bardaginn hámarki. Breski flugmenn, sem voru margir ótrúlega ungir, voru að fljúga flugvélum eins og Spitfire og Hurricane flugvélunum og vörðu landið með ótrúlegu hugrekki. Radarinn var einn mikilvægasti kostur Bretlands þar sem hann gerði það mögulegt að sjá þýskar flugvélar nálgast og bregðast hratt við árásum þeirra. Síðar breytti Þýskaland stefnu og byrjaði að sprengja London og aðrar stórborgir í staðinn fyrir að einbeita sér að flugvöllum. Þær árásir voru kallaðar Blitz. Markmiðið var að neyða bresku þjóðina til að gefast upp. Þrátt fyrir mikla eyðileggingu og manndráp gafst Bretland aldrei upp. Þetta gaf einnig breska flugvernum mikilvægan tíma
til að undirbúa sig upp á nýtt og styrkja varnir sínar. Í einni stærstu árásinni tókst breska flughernum að verjast vel og skjóta niður margar þýskar flugvélar. Þetta var U-beygja í orrustunni, þar sem kom í ljós að Þýskaland gæti ekki náð yfirvaldi gegn Bretlandi í loftinu. Og án yfirvalda í loftinu var Operation Sea Lion ómöguleg fyrir Þjóðverjana. Á endanum hætti Hitler við áætlunum sína að ráðast inn í Bretland. Að lokum hætti Þýskaland stórum loftárásum og orrusinni lauk með sigri Bretlands. Þetta var fyrsta stóra tap Hitlers í seinni heimsstyrjöldinni. Sigur Bretlands þýddi virkilega mikið fyrir heiminn, því það tryggði að Bretland gat haldið áfram að berjast, sem var seinna mikilvæg þáttur í tapi Þýskalands. Aðal orrustuflugvél Þjóðverja árið 1940 var Messerschmitt Bf 109 E3. Það var ein fullkomnasta flugvél síns tíma. Hún var með Daimler-Benz 601 vél sem var með 1075 hestöfl og einkenndist af góðri kælingu og lágri bensíneyðslu. Að sjávarmáli var hámarkshraði vélarinnar 458 km á klukkustund en í loftinu 555 km á klukkustund. Hún gat klifrað 16,7 metra á sekundu og gat flogið 560 km og komst upp í 11.000 metra hæð. Á flugvélinni voru tvær 7,92 mm vélbyssur fyrir aftan hreyfilinn og tvær 20 mm fallbyssur sem voru á vængjunum. Ein þekktari flugvél Bretana sem barðist í orrustunni var ein eina sanna Spitfire. Í henni var Rolls-Royce Merlin 3 vél sem var 1030 hestöfl, 40 færri en í þýsku Bf 109 flugvélinni. Hámarkshraði hennar var í kringum 580 km á klukkustund. Vængkaf hennar var 11,23 metrar sem heilum 2 metrum lengri en á þýsku. Vængirnir voru einnig breiðari sem gerði hana liprari. Flugvélarnar tvær voru mjög jafnar hvori annari þegar kom að eiginleikum. Þannig þar sem myndi muna mestu voru hæfileikar flugmannanna. Meðal þeirra sem börðust í orrustunum Bretland fyrir hönd Þjóðverja voru fyrrum meðlimir Legion Condor sem höfðu barist í spænsku borgarastyrjöldinni árið 1936. Þar með voru Þjóðverjar með vanari flugmenn. Bretar fóru að einbeita sér meira að ná yfirráði í lofti eftir fyrri heimsstyrjöldina þegar bresku vélarnar gátu ekki stoppað þýsku sprengjuvélarnar. Þá var konunglegi breski flugherinn stofnaður 1. apríl 1918 eða RAF eins og hann oftast kallaður. Bretar vissu samt að besta leiðin til að koma í veg fyrir að óvinnar sprengjuvélar gætu sloppið fram hjá breskum vélum var að geta vitað hvað sprengjuvélarnar flugu langt áður en þær nálguðust strendur Bretlands. Það reyndist vera erfitt að finna leið sem virkaði og allt virtist vera vonlaust þangað til að breska flugráðuneytið reyndi að búa til dauðgeisla sem gæti skotið flugvélar niður með því að beina útvarpsbylgjum á það. Þessi uppfinning virkaði ekki, en það var möguleiki á að geta lesið staðsetningu flugvélarnar út frá bylgjunum sem myndu endurvarpast af henni. Svona þróaðist vopnahugmynd yfir í radar sem Bretar settu í mikinn forgang á að hanna til að setja upp radarstöðvar. Á árunum 1938 til 1940 voru lagðar radarstöðvar allar austur- og suðurstrendur Bretlands sem gátu skynjað flugvélar frá tæpum 200 km fjarlægð á 5.000 feta til 15.000 feta hæð. Bretar bættu einnig senditæki í Spitfire-vélarnar sínar til að geta staðsett sinn flugher og þannig planað bestu leið til að ráðast gegn þýsku sprengjuvélum sem herjuðu á Bretland frá júlí til október árið 1940. Það var radarinn sem reyndist vera besta uppfinningin til að geta barist við nasistana því Bretar gátu þá geymt flugherinn sinn á jörðinni og einungis flogið þegar radarinn skynjaði óvinna flugvélar. Þetta sparaði bensín sem reyndist vera mikilvægt í stríðinu. Bretar voru hræddir sprengjuárásir frá Þjóðverjum og nokkrum dögum eftir að Þýskaland réðst inn í Pólland byrjuðu þeir að flytja ung börn og mæður þeirra út úr London. Rúm 1.000.000 manns voru flutt burt frá London en þar sem að breskir almennir borgarar urðu lítið varir við stríðið sem geisti í Evrópu, þá talið að 80% af fólkinu sneri aftur til London fyrir janúar 1940. Eftir að Þjóðverjar hófu sprengjuárásir á Bretlandi
Varð almenningurinn hræddur og það var aftur farið að hugsa fólksflutninga en það var líka byrjað að hanna sprengjuskýli fyrir almenninginn. Svokölluð Anderson-skýli voru smíðuð í görðum hjá fólki. Þau voru einföld í hönnun og mjög ódýr þar sem þau voru frí fyrir fólk sem hafði minna en 250 punda árslaun en annars kostuðu þau einungis 7 pund. Það var aftur reynt að koma sem flestum konum og ungum börnum frá stöðugu sprengjunum og það talið að 6 milljónir Breta hafi flust frá London og öðrum borgum og bæjum sem ríkisstjórnin taldi vera líklega að verða fyrir sprengjuárásum á öruggari staði. Börnin þurftu að venjast nýjum aðstæðum og umhverfi. Þau gátu sent bréf til þeirra sem urðu eftir í borgunum en þurftu samt eiginlega að skilja þau alveg eftir. Eftir að sprengjuárásirnar hættu var kominn tími að fara aftur heim. En fyrir mörgum var erfitt að fara frá fósturforeldrum sínum en sumum fannst gott að koma heim. Bresku stjórnvöldin voru með kannanir áhrifin sem brottflutningurinn hafði á börnin og þeir komast að þeirri niðurstöðu að börnin sem urðu eftir í borgunum voru stærri, þyngri og með andlegu heilsunni jafnvægi og almennt séð hamingjusamari en krakkarnir sem fluttu í öruggari sveitirnar. Þó svo að sprengjuárásirnar dundu nærri því stanslaust dag og nótt virtist það valda flestum börnunum minni óánægju en að flytja burt frá foreldrunum sínum. Orrustan Bretland entist í rúma 100 daga og var mikið flugorrustur á þessum stutta tíma. Þó að breski flugherinn hafi verið minni en þýski náðu Bretar samt að skjóta niður fleiri flugvélar. Það eyðilögðust 1547 breskar flugvélar en það voru 1887 þýskar flugvélar sem eyðilögðust í orrustu Bretlands. Það létust samt einungis 544 flugmenn hjá Bretlandi og slösuðust 422 í viðbót. Dauðsföll Þjóðverja voru mun hærri en það talið að 2698 flugmenn hafi látist og 967 hafi verið fangaðir af breska hernum. Þar sem að Þjóðverjar voru að berjast langt frá heimaslóðum var lítið sem þeir gátu gert ef þeir brotlendu flugunum á Bretlandi. Það var talsvert hættulegra að vera óbreyttur borgari en flugmaður því flestir flugmenn RAF lifðu af en sprengjuárásir nasistana yfir alla orrustuna drápu 60.595 óbreytta borgara. Langflest af þessum dauðsföllum gerðust í Blitz sprengjuárásum frá september 1940 til maí 1941 en þar létust 41.480 manns.